Takk, Faðir, fyrir að við mögum lofa þig. Upphefja nafnið þitt, Faðir Guð. Gefa þínu nafni alla dýrð. Takk, Jesús. Ég þarfnast þín, meir en í gær. Ég þarfnast þín, meir en orð fá lýst. Ég þarfnast þín, því mest af öllu er þín ást.
þín. Ég þarf það stans. Þú veit. Og Biblían segir að hann í orði. Hann í orði. Svona, 1, 2. Já. Já. Við höfum verið að tala Hilmar var síðast að tala þetta góða sem við eigum í Kristi. Og þar á undan talaði ég krossinn, hvernig krossinn færir okkur yfir frá dauðanum til lífsins og inn í annað ríki. Og mitt í öllu þessu þá kristindómurinn oft svo fjarlægur fyrir fólki. En ég ætla að lesa hérna 2 ritningar í upphafi og önnur opinberunarbókinni 22:11. Þar segir hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurugi sörgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Er þetta þá Guðs vilji að hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti? Nei, þetta er lýsing á því sem er að gerast á hinum síðustu tímum. Að þetta er það sem við erum að ganga í gegnum í dag. Og þess vegna langar mig að tala þetta síðasta hér. Ég vil ekki hafa áhersluna á hinum rangláta. Ég vil heldur tala hinn réttláta og hinn heilaga. Hinn heilagi helgist áfram og við skulum fara í Hebreabréfið 12. kafla. 12. kafla. Þar segir í versi 14. Versi 14. Stundi frið við alla menn og helgun, því án hennar fær engin drottin litið. Án hennar fær engin drottin litið. Og þegar við heyrum þetta svona helgun og að vera heilagur, að þá kemur upp í hugan svona kannski hjá mörgum eitthvað óskiljanlegt, hjá öðrum eitthvað leiðinlegt. Og ég man að það var einn sem sagði að þetta myndi hann á gamlar konur, litlar konur með svarta hatta. Nú fyrir aðra þá er þetta eitthvað, einhver svona sem er í skrúða, prestaskrúða og það er eitthvað heilagt. En ég talaði það að við værum hætt að þekkja gildi krossins á næstsíðasta sunnudag og það er eins með þetta, við erum hætt að þekkja þessi biblíulegu gildi, hvað er helgun. Og mér langar að rifja bara aðeins aftur upp það sem ég talaði með kristindóminn. Hann er svo fjarlægur fólki. Og ég tók líkinguna og sagði að fyrir marga að þá er þetta eins og bíll sem stendur fyrir utan húsið hjá þeim allt þeirra líf. Kristindómurinn er eins og bifreið sem stendur fyrir utan húsið þitt allt þitt líf, þú notar hana aldrei. Og ef ég spyr þig eitthvað út í þennan bíl, þá segirðu, jú, bifvélavirkinn minn, hann keyrði mig í kirkju þegar ég var skírður, svo keyrði hann mig aftur í kirkju þegar ég var fermdur, hann keyrði mig líka í kirkju þegar ég gifti mig og ég reikna alveg með því hann keyri mig í kirkju þegar ég verð grafinn. Þetta er svona, já, eins og einhver sagði við mig þegar ég var að tala Jesú við hann í vinnunni, þá sagði hann, presturinn minn, hann sér allt þetta fyrir mig. Og það er svo sorglegt að vita bara til þess að fólk geti átt bíl fyrir utan húsið sitt, allt sitt líf og nota hann aldrei. Halda hann sé bara til að standa þarna. Og það er eins með samfélagi við Jesú að það er svo margir sem að líta bara á þetta sem eitthvað hús sem er þarna, sem
sem það fer í bara þegar það ferminskýrist og deyr. Nei, Hilmar sagði hérna á síðasta sunnudag, hann sagði við förum ekki í kirkju, við erum kirkjan. Við förum ekki í kirkju, við erum kirkjan. Amen. Þannig að það er önnur hugsun sem ég langar að segja. Í Opinberunarbókinni 3. kafla á 17. og 18. versi er sagt frá kirkju sem gaf sig út fyrir að hafa allt, og þeir sögðu, og þetta er svolítið athyglisverð, það verið að draga upp mynd hérna hvernig fólkið í kirkjunni sá sjálft sig og sá sína kirkju. Þeir sögðu, við höfum allt, okkur vantar ekki neitt. Okkur vantar ekki neitt. Svo lesum við þarna áfram og þá lesum við það að það var einhver sem var fyrir utan kirkjudyrnar og hann var að knýja á, hann fékk ekki að vera inni af því að þeir sögðu við höfum allt, við þurfum ekki þig. Við þurfum ekki þig. Þessi sem var fyrir utan, það var Jesús Kristur. Hann var ekki lengur drottinn í þeirra lífi. Þeir höfðu svo mikið annað. Þeir voru búin að setja upp annan fána. Það var ekki lengur Jehóva Nissi. Það var komin annar fáni, annar Guð. Við höfum allt, við þurfum ekki þig, Jesús. En Jesús, hann ávarpaði og sagði við þá, hann sagði, við skulum lesa þetta vegna þess að það virkilega, hann segir, þú segir ég er orðinn ríkur og auðugur og þarfnast einskis og þú veist ekki, og það er vandinn að þessi kirkja, hún vissi ekki og að hvar hún var, hvert hún var að fara, hvað hún var að gera, hún vissi heldur ekki að Jesús var fyrir utan, vegna þess að hún var svo blind. Hún hélt að Jesús væri inni, en hann var fyrir utan að knýja á og Jesús hann hérna talar til þeirra og segir, þú veist ekki að þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mig gullskírt í eldi til þess að þú verðir auðugur, hvít klæði til að skýla þér með, svo eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar og smyst til að smyrja augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Þannig að þá er Jesús líka að segja okkur að þessi kirkja var blind. Þeir sáu ekki, þeir vissu ekki að Jesús var fyrir utan, þeir skildu ekkert, vissu ekkert og Jesús kallaði þá, hann sagði að því út hálfvolgur, þá bara skirpi þér út af munni mínum. Betra að þú væri kaldur. Betra að þú væri kaldur, sagði Jesús. Og ég er að hugsa að þetta er mjög sorgleg lýsing. Mjög sorgleg lýsing. Í dag, Hebreabréfið sagði, stundið helgun, án hennar fær enginn drottinn litið. Í dag þá heyrum við talað gasmengun hérna út í hrauninu og okkur er sagt það að ef við förum of nálægt og ef við dveljum í þessari gasmengun, þá getur það kostað okkur lífið. Það er á hreinu. En það er önnur mengun sem er jafnvel hættulegri heldur en þessi gasmengun og það er þessi andlega mengun sem Biblían kallar synd. Það eru mjög fáir sem hugsa sem sagt, andlega umhverfi sitt. Það eru margir sem hugsa umhverfi og við viljum eyða milljörðum í það að laga loftslagið og við erum að borga sektir jafnvel fyrir aðra þjóðir fyrir eitthvað sem við setjum út í andrúmslofti sem enginn veit hvað er. En þegar kemur að einhverju sem við vitum hvað er og það er synd, að þá eru mjög fáir sem vilja takast á við það. En Jesús kom nefnilega til að frelsa okkur frá syndum okkar og helgun er ein leiðin til þess að halda sér frá syndinni.
Þannig að Guð, hann að kalla okkur til þess að lifa í helgun, trúi ég, og ef það verður vakning núna sem við erum að biðja þá trúi ég því að það verður vakning heilaleika. Og þá komum við aftur að þessu með helgun. Okkur finnst að vera svo framandi og við vera svo langt frá því að við erum ekki heilug. En hann Hilmar sagði okkur hérna síðasta sundag að við værum hrein. Og Jesús Kristur, hann sagði líka við lærisveinana, þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað við yður. Og Jesús, hann okkar réttlæti, hann okkar helgun, hann okkar endurlausn. Og í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. vers segir svo: þá sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þannig að Guð, hann fyrirhugaði þig, hann kallaði þig, og svo gerði hann eitt í viðbót, hann réttlætti þig. Hann tók dóminn á sig. Og þá sem hann réttlætti, hér kemur besti hlutin. Þá sem hann réttlætti, þá hefur hann og veggsamlega gjört. Þannig að þú ert veggsamlegur. Og veggsamlegur, það líka dýrðlegur. Enskan, það orðið sem notað fyrir dýrð. Já, en ég ekki dýrlegur. Nei, þarna kemur trúin inn. Þú þarft að trúa því að gjöfin sem Jesús gaf þér sé hjá þér. Jóhannesar Guðspjalli segir að dýrðina sem þú gafst mér, Faðir, hef ég gefið þeim. Ef einhver milljónamæringur gefur þér gjöf, þá þarf þú ekkert að breyta þínu lífi til að taka við henni. Gjöfin kemur til þín. Ég meina, það ekkert sem þú getur gert nema tekið við gjöfinni, og ef þú getur tekið við réttlætingu, þá getur þú líka tekið við helgun. Og þá getur þú líka tekið við því að vera dýrðlegur. Ég greindist með krabbamein daginn og í geislameðferð, og ég svo leiðinlegur að ég var að grínast við einhverja sem voru að bíða eftir geislum og sagði: ég ætla nú að bíða og vita hvort það kemur ekki geislabaugur yfir mig. Og það ekki allir sem kunna meta svona grín, en sjáðu til að, nú ég búin að gleyma hvað ég ætlaði að segja, að við erum dýrðleg. Við erum dýrðleg. Vegna þess að dýrð Guðs, hún hvílir yfir okkur. Og geislameðferðin fyrir mig bara hluti af þeirri lækningu sem Guð hefur gefið mér. Hún gerir bara sinn hluta, síðan tekur Guð við. En við skulum aðeins koma aftur að þessu upphaflega orði, og það hérna nokkra ritningar sem að mér langar að gefa okkur: stundi frið við alla menn, og helgun, án hennar fær enginn drottinn litið. Sjáðu, við getum ekki, ef við tökum ekki við gjöf Guðs, þá getum við ekki hort á hann eða séð hann. Hann réttlætir okkur og hann helgar okkur og hann gerir okkur dýrðleg. Ég myndist á að það gjöf að lifa í réttlæti, helgun og endurlausn. Það Guðs gjöf. Og já, þetta voðalega erfitt fyrir suma að skilja. Ég hreinn. Ég réttlætur. Ég heilagur. Ég man að fyrir mörgum árum þá predikaði ég hérna, og ég var að predika út frá öðru Korinthubréfi 5:17 og sagði svo: ég fullkomin. Og ég ætla ekki að segja ykkur hvert, það var hérna fólk inni, og ég sá bara eldglæringar koma upp úr höfðun á sumum, og þeir voru svo fastir í því að þetta var hópur af svona yndislegu fólki sem trúir því að þeir séu
óvirkir eitthvað og ég segi, ég er bara fullkomin, ég er ný sköpun í Kristi og nýja sköpunin, hún er fullkomin. Og það er svo erfitt fyrir fólk að skilja þetta. Gamli maðurinn minn er langt frá því að vera fullkomin. Mjög langt. Mjög langt. Enda setti ég hann í gröfina og ég vil helst bara traðka á honum á hverjum degi og segja, vertu þarna, þú ert dauður og ég vil engan draugagang í mínu lífi, þú ert dauður. Amen. Þannig að já, það er svo erfitt fyrir okkur að meðtaka þessa hugsun. Það segir, og ég bara í gegnum árin, það hérna í Pétursbréfinu þá segir 1:16, já, við skulum lesa Pétursbréfið fyrra Pétursbréfið 16, þá segir verið heilagir því að ég er heilagur. Og ég er búinn að lesa þetta og það kom alltaf þessi hugsun, þetta get ég aldrei. Það er bara Guð sem er heilagur. Ég get ekki verið heilagur. Og verð aldrei heilagur. Þessi hugsun er okkur svo eðlislæg. Og gamli maðurinn, hann getur bara ekki tekið við þessu að ég sé heilagur. En svo segir bara Guð, verið heilagir. Ef að Guð segir mér að vera heilagur, þá hlýtur það að vera hægt í fyrsta lagi. Það hlýtur að vera hægt. Þá þýðir það að vera heilagur, það þýðir ekki að vera í svona þykkri hempu, það þýðir ekki að vera með kannski svartan hatt eða út kona, það þýðir ekki að vera klæddur á vissan hátt. Það er allt í lagi að vera snyrtilega klæddur. Það er ekkert að því. Halló. Nú horfði ég á ákveðin mann hérna, hann komst undir hérna samfæringu, nú er Guð að samfæra hann. Nei, hann er velklæddur. Það er ekkert að vera velklæddur, það er ekkert að vera kasjólklæddur heldur. Guð, þú getur verið heilagur og verið í joggingala, þú getur verið heilagur í jakkafötum líka. Það er ekki það. Þetta er hjarta, á enskunni segir það issue. Það er, já, ég þarf að skilja þetta með hjartanu. Og að vera heilagur, ég var að hugleiða þetta, ok, verið heilagir eins og ég er heilagur. Þú getur bara verið heilagur á einn hátt. Fyrst er það gjöf sem hann gaf þér og síðan verðuru að vera, nota gjöfina á réttan hátt og gjöfin felur í sér að þú ætti að vera í stöðugu sambandi við framleiðanda gjafarinnar. Þú mátt aldrei vera ótengdur, þú alltaf vera tengdur, þá heldur áfram að vera heilagur. Amen. Þannig að helgun, heilagleiki byggist á samfélaginu við Jesúm Krist. Og að lifa í helgun og halda áfram að segja, já, ég er heilagur, ég ætla að vera heilagur, ég þarf að gera það í trú á Jesúm Krist, alveg eins og ég trúi því að ég er hreinn af því að hann hefur þvegið mig, ég trúi því að ég sé réttlátur, ég trúi því að ég sé heilagur og ég trúi því að, já, ég hafi saklaus og hafi dýrðina, þar sem ég var að grínast með geislabauginn, dýrðina yfir mér. Amen. Ef hann hefur gefið mér dýrðina, þá er ég hreinn, réttlættur, heilagur, lýtalaus. Amen. Þannig að vera heilagur er ekki spooky. Það er svo margt í dag, sko, eins og ég sagði ykkur frá því daginn þegar ég hitti mannin og ég var að segja honum að ég þekkti mann sem var í miðflokknum og við varum trúbræður og þá sagði hann, já, trúið þið báðir á Sigmund?
Nei, við trúum báðir á Guð, sagði ég. Við trúum ekki á Sigmund, við trúum á Guð. En sko, honum var þetta var bara, hugsunin svo fjarlæg að trúa á Guð hjá fólki. Þannig að við þurfum virkilega í dag kirkju sem hrein og lýtalaus, helguð honum, sem full af dýrð hans, full af fólki sem elskar hann, full af fólki sem lofar hann, full af fólki sem tilbyður hann og vill keyra bílinn sinn, sitja í bílnum alla daga, ef ég má nota þá líkingu, og já, rúndar á bílnum sínum. Við erum í samfélagi við Krist allan daginn. Við erum kirkjan þegar við förum út, við erum kirkjan þegar við göngum inn. Hann hefur lofað því að varðveita útgang þinn og inngang. Amen. Og þess vegna þurfum við það mikið talað hollt mataræði í dag. Þegar við erum svona eldri þá förum við á námskeið að læra að borða og í kirkjunni þá erum við líka með námskeið til að læra að borða rétta andlega fæðu. Við þurfum að borða rétta andlega fæðu. Amen. Og andlegur skilningur, hann krefst helgunar. Sjáðu, það eru svo margir sem að Páll hann talar þá sem voru holdlegir, þeir voru kristnir, en þeir skildi ekki neitt. Það var ekki hægt að gefa þeim að borða af því að, og Páll tók þessa líkingu, þeir væru eins og börn, þeir þurftu brjóstamjólk. Þeir gátu ekki borða kjöt. Og margir kristnir eru svo mikil börn að þeir skilja ekki orðið og geta ekki tekið við því. Og þess vegna þurfum við holla og rétta fæðu til þess á réttum tíma til þess að vaxa. Og kristindómurinn ekki bara að skýrast og síðan kannski fermast og lifa svo okkar lífi eftir það. Nei, kristintrú snýst að taka upp krossinn. Og þegar ég tek upp krossinn, þá byrjar dýrð Guðs að vinna í mínu lífi. Og þegar ég tek upp krossinn, þá ég helgaður honum. Og orðið heilagur þýðir að vera hreinn, það þýðir að vera frátekinn, það þýðir að vera flekklaus. Hreinn, frátekinn og flekklaus. Ég vil frekar vera heilagur heldur en ranglátur eða saurugur. En það eru margir sem að gera grín að hinum heilugu og segja að það sé flott að vera ranglátur og saurugur. Það inn í dag og menn búa sér til fána þar sem þeir koma undir og helga sig saurlifnaði, helga sig þessu og helga sig þessu ranglæti og hinu ranglætinu. Nei, ég vil koma undir fána drottins Jesú Krist. Það segir, hann okkar Jehova Nissi, sem þýðir drottin minn herrfáni. Og við eigum ekki að skammast okkar fyrir að tilheyra Jesú Kristi. Við eigum ekki að skammast okkar fyrir það. En við þurfum að taka afstöðu. Ég var að tala við mann í gær og ég sagði við hann trúði og hann hefur jafnvel fengið að smakka á Guði. Ég sagði, það eina sem þú átt eftir að taka afstöðu og játa að þú sért heilagur, játa að þú tilheyrir Jesú Kristi, þá mun allt annað klikka inn í þínu lífi. Og hann sagði, já, hann vissi að það var rétt, það það eina sem ég á eftir. Og ég veit að hann horfir í dag, hann á eftir að horfa á þessa predikun. Þannig að ég segi bara, Guð blessi þig til að taka þá ákvörðun og ég hlakka til að hafa þig með í hernum hér í Jesú nafni. Þannig að við þurfum andlegan skilning. Nú, mér langar að enda þetta á því að tala aðeins mann sem hét Spurgeon og ég ætla að segja fyrst þetta að kirkja Jesú Krist, ég talaði áhrifavalda daginn, hún á að vera áhrifavaldur. Páll postuli hann sagði, fylgiði mér eins og ég fylgi Kristi.
ég heyrði það að þjóðkirkjan var að auglýsa eftir tillögur hvernig kenningin ætti að vera frá fólkinu. Við höfum kenninguna í Biblíunni. Og Páll sagði, ég verið eftirbreytendur mínir bara eins og ég eftirbreytandi Jesú Krist. Þannig að kirkjan á að vera áhrifavaldur, 2. Pétursbréf 3:1, og þar talar Pétur hvað þjónusta kirkjunar eigi að snúast. 2. Pétursbréf 3:1. Skulum lesa það. Þetta nú annað brefi sem ég skrifuðu þér, elskaðir, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu hreina hugafari vakandi. Hann að segja að hreina hugafari getur sofnað. Og okkar þjóðfélag í dag að það með brenglað hugafar. Brenglað hugafar. Og nú verið að, ég sá auglýsingu á Facebook að Reykjanesbær eða bókasafni hérna búið að bjóða dragdrottningu eða klæðskipting í heimsókn til þess að segja börnunum sögur. Og mér finnst það að vera mjög brenglað hugafar, mikil brenglun. Og ég hættur að skilja hvernig fólk hugsar. Ég skil það ekki frá mínu sjónarhorni, en heimurinn skilur heldur ekki hvernig við hugsum. En kirkjan, hún á að vera áhrifavaldur til þess að segja, hér vegurinn, þetta hreint og þetta óhreint. Og það var ein ritning hérna í Mósebókunum sem segir þegar hérna Aron og synir hans, þeir fóru inn í helgidóminn og þeir dóu. Þá kemur Guð og segir við á þetta í 3. Mósebók 10:10 að þið eigið að greina á milli þess sem hreint og óhreint. Og kirkjan á að vita hvað hreint og hvað óhreint. Hún á ekki að þurfa heiminn til að segja sér hvað sé hreint og hvað sé óhreint. Guðs orð segir okkur, og það segir á öðrum stað að við erum að meta hvað rétt og hvað gott. Þannig að ritningin segir okkur hvað hreint og hvað óhreint. Og það má segja, Jesús segir á einum stað, frá hjartanu koma illar hugsanir, hórdómur og allt þetta, og það má segja, það svo flóðbylgja í okkar þjóðfélagi af öllum þessum óhreinleika núna. Og á eftir börnunum okkar. Það svo sorglegt að óvinnurinn og fólk svo heimst að það gefur aðgang að börnunum sínum. Sorglegt. En Spurgeon, hann var uppi frá 1834 til 1892 og hann býr hann uppi þegar breska heimsveldið upp á sitt besta á þessum árum. Og á þeim tíma þá var London miðstöð, má segja, valsins í heiminum. Bretland réði við 25% af öllum heiminum á þeim tíma. Og það sagt Spurgeon að hann stóð mjög fastur gegn þessari frjálshyggju guðfræði, þessir sem segja allt leyfilegt, og líka gegn raunsæis guðfræðinni. Og hann var mjög öflugur predikari, hann hafði magnaða rödd, hann gat tala til 10.000 manna án þess að hafa söngkerfi eða hljóðkerfi. Og hann var bara 57 ára þegar hann dó, en það svo, hann afkastaði svo miklu á sínum tíma. Hann var með munaðarleysingjaheimili og ég man ekki hvað hann var ekki með. Og 10.000 manna kirkju. Hann byrjaði að predika 20 ára gamall. En það sem ég vissi ekki var að á sama tíma, og ég var að lesa þetta daginn, þá var Karl Marx líka í London. Og það sagt að samstarfsmaður Karl Marx, ég ætla að segja fyrst þetta, að Karl Marx,
Hann var að predika hjálpræðisboðskap með blóðugri byltingu. Karl Marx sagði að ef við komum við þurfum bara byltingu til að koma kommunismannum á. En það stóð eitthvað í þeim í London og einn af samstarfsmönnum Karl Marx sagði, það bara eitt orð sem lýsir því af hverju byltingin hefur ekki ennþá átt sér stað. Og það Spurgeon. Spurgeon, hann stóð gegn þeim og hann hafði sigurinn. Hann vann fólkið á sitt band vegna þess að hann predikaði helgun með krafti heilags anda. Og hann var ótrúlegu maður. Og já, það sagt að Spurgeon, hann var hérna og predikaði krossfestan og predikaði blóð Krists, meðan Karl Marx leitaðist eftir blóðugri byltingu, predikaði blóðuga byltingu til að koma á annars konar þjóðskipulagi. En Spurgeon, hann hafði vinningin og ég trúi að kirkjan eigi á sama hátt að vera áhrifavaldur Guðs og til þess að vera áhrifavaldur Guðs þá þarf kirkjan að vera heilög. Kirkjan þarf að leyfa Guði Jesú Kristi að hreinsa sig, elska boðin hans, fara eftir orðinu hans og hann mun taka sér bústað hjá okkur og vera með okkur og sýna kraftin sinn og leysa fólk frá syndum, sjúkdómum og hvers kyns kvillum. Og til þess að kirkjan geti verið áhrifavaldur, hef ég skrifað, þá þarf hún að vera hrein og vita hvað hreint og hvað óhreint. Hún þarf að vita hvað hreint og hvað óhreint. Já. 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 Hún þarf að vita hvað hreint og hvað óhreint og hún þarf að vera sjáandi. Jesús hann ráðlagði kirkjunni í Laodíkeu að fá smyrs til að smyrja með augu sín svo að hún yrði sjáandi. Og kirkjan á að vera frátekin fyrir Guð. Kirkjan Guðs fólk, hún á að vera frátekin fyrir Guð. Við erum verði keypt. Biblían segir að við erum verði keypt. Það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að við tilheyrum ekki okkur sjálfum lengur, við erum verði keypt. Hermaður, hann getur ekki bara farið heim þegar herinn í stríði. Hann hefur gefið sig undir vald síns lands og hann þarf bara að fylgja. Og við þurfum á sama hátt að vera gefin Guði. Það segir blindur leiði blindan, falla báðir í gryfju, en áætlun Guðs fyrir þig og fyrir mig að þú sért ekki bara réttlættur, heldur að þú sért veggsamlegur, heilagur og dýrlegur. Og það það sem Guð þráir með sína kirkju, og spurningin getum við tekið við því í trú að við séum veggsamleg, heilög, hrein, lítalaus, flekklaus frammi fyrir honum. Það byrjar þar. Við trúum því, við meðtökum gjöfina og við lifum áfram í samfélagi við hann. Og ég ætla bara að enda á þessum orðum að ef að þú sem ert að horfa hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi, að þá tækifæri til þess í dag að sjáðu, við verðum ekki bara kristin að sjálfur sér, við þurfum að taka afstöðu. Ég giftist ekki bara konu minni af því ég horfði á hana og vissi á mig til. Ég þurfti að fara og biðja hennar og ég þurfti að gefa henni mitt líf og hún gaf mér sitt líf og þannig urðum við hjón. Og það eins með Jesúm Krist, við þurfum að gefast honum og við þurfum að leyfa honum að hreinsa okkur af syndum okkar. Þannig mér langar bara að biðja með þér sem ert að horfa og segja, og þú mátt biðja með mér: Drottinn Jesús,
Ég vil gefa þér hjarta mitt. Þakka þér fyrir að þú hreinsa mig af syndum mínum og þakka þér fyrir það að ég má vera þitt barn. Amen. Drottinn blessi þig og þakka þér fyrir að vera með okkur í dag. Og við okkur hin, þá langar mig að segja að það er bænastund á þriðjudaginn og föstudaginn og Guð hefur verið að mæta okkur hérna í bæninni og gera nýja hluti og það verið að fólk að koma inn á bænastundir sem að kemur aldrei í kirkju á sunnudögum og ég trúi því að Guð, hann vilji gera eitthvað nýtt á meðal okkar.